Sæl veriði kæri áhörendur og velkomin ferðalag til frelsis. Þetta sjötti þátturinn í þessari umfjöllun ferðalag til frelsis, þar sem við erum að reyna að greiða úr misskilningi, rangtúlkunum og að þér virðist hreinlega mótsögnum í ritningunni, biblíunni, og fyrir þig og mig sem erum trúuð, þá skiptir það miklu máli að þetta gangi allt upp og þetta sé heilsteypt og þetta sé gott og þessi frelsisgefandi. Ef við lendum í hnútum þar sem að við erum í vandræðum með að túlka eða skilja eða eitthvað virðist fyrir mótsögn eða eitthvað annað sem við erum búin að heyra og læra og erum að reyna að lifa eftir, að þá það vont og það veldur vanlíðan og stundum skelfilegu samviskubiti hjá okkur. Ég held kannski enn að við náum að klára þetta með einu þætti viðbútt eftir þessum, við sjáum til með það. En síðast vorum við minnast á það með hvenær nýji sáttmálinn hafa raunverulega byrjað. Hinn nýji sáttmáli sem þú og ég sem kristnir menn tilheyra, hann nýr, hún var ekki bætt við gamla sáttmálan, þetta var ekki viðbútt við lögmál Móse, þetta var ekki uppfærður gamli sáttmálinn, þetta var ekki svo sagt gamli sáttmálinn 102 og eitthvað svoleiðis, þetta var bara nýr frá upphafi til enda og hann tók gildi eftir dauða og uppreisn Jesú Krists, ekki fyrr. Ef að þetta staðreyndin og það það sem Biblía sjálf kennir að arðleysluskráin, hún gengur ekki í gildi og hún ekki orðin gild fyrir sá sem hann hefur gert eða deyr og fer, þannig að erfingjarnir fái. Og þetta algjörlega skýrt í ritningunni, þetta byrjar þegar Jesús deyr og rís frá dauðum. Þar með eru Guðspjöllin faktist hluti af Gamla testamentinu. Þó að þau sé sett inn í Nýja testamenti hjá okkur í skiptingu í Biblíunni, að þá það sem að gerast þar undir Gamla sáttmálanum. Kennsla Jesú undir Gamla sáttmálanum. Hann að byrja að boða inn í Nýja sáttmálanum? Að sjálfsögðu, hann að undirbúa. En þetta gerist allt og hann starfar og vinnur undir Gamla sáttmálanum. En það segir svona í ritningunni í Galatabréfinu, þegar fylling tímans kom, þá sendi Guð son sinn, Jesú Krist, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli Móse, til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli. Og við hin fengum barnaréttin með. Við vorum grædd á, við fengum að vera með. Og fjallræðan góða í Mattheus 5-7, við tókum hlutur henni síðast þar sem Jesús var að segja hann kom til að uppfylla lögmálið. Þar eru hlutir sem að geta ruglað og hafa ruglað marga kristna, rugluð mig í lengri tíma og gerði það verkum að stundum leið mér illa og ég var í vanlíðan yfir að því ég skildi ekki hvernig ég átti að uppfylla ákveðna hluti sem hann var að tala hann Jesús í fjallræðinni. Og ef fólk blandar þessu saman, gamla og nýja sáttmálum, og túlkar orð Krists í ljósi blöndunar, þá lenda þessu vandræðum. Ef það greitt í sundur, þá finnur frelsið, þá finnur lífið. Og annars getur þetta valdið sektarkennd, skilningsleysi og erfiðleikum í að lesa og skilja ritningarnar og lifa trúarlífinu í frelsi. Eiga öll, og þetta spurningin, eiga öll orð fjallræðinar, fjallræðin stórkostleg ræða og þekktasta ræða Jesú og vitnaði henni hægri vinstri fyrir lífi í dag, en eiga öll orð fjallræðinar við alla kristna menn alla framtíð. Nú ég ekki að spyrja hvort þú getur lært eitthvað af henni, hvort þú bara eigi við þig. Jesús segir þetta og hún segir já, þetta ég. Það það sem við erum að skoða. Það skiptir höfumáli að skilja þessa aðgreiningu og hvað Guðspjöllin og undir hvaða sáttmáli Jesús að tala þennar að kenna. Og nú ætla ég að grípa niður í þessa frægu ræðu og þið vitið strax, þeir sem þekki það og hafa lesið það, hvað ég að tala þið vitið strax hvaða hnútar koma og hafa verið. Mattheus 7:15-23. Varist
þetta Jesús að tala í fjallræðunni og hann með brekkuna fulla af fólki. Það almúgin, það eru lærisveinarnir, það eru farisearnir, það alls konar fólk og það eru þúsundir að hlusta á hann. Og hann segir, varist falsk spámenn. Þeir koma til ykkar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Að ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þislum. Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu, en slæmt tré vonda. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eld kastað. Af ávöxtunum þeirra skulu þið þekkja þá. Þeir sem eru á mínum aldri og kringum það, þeir muni eftir auglýsingu frá Silluvaldi sem voru með stórkostlega góða og verslun, maturverslun bara kallað Silluvaldi. Þeir með þetta og þeirra svona auglýsingar motto af ávöxtunum skulu þið þekkja þá og í starfið sér að þið vera alltaf með bestu ávöxtina. En hvað Jesús að tala hér? Varist falsspámenn í sauðaklæðum. Hann að vara við boðskap einhvers hóps fólks sem að lítur vel út, eru vargar inni fyrir en í sauðaklæðum og að þeir munu þekkjast af ávöxtunum. Hann ekki að tala hér hvort við sjáum eitthvað góð verk. Hann ekki að tala það hvort að við getum hort á eitthvað og sagt, já, þetta örugglega góður maður, þetta vondur maður. Vargarnir voru ekki að sýna vonduverkin, þeir voru í sauðagærum, þeir blekktu, þeir litu út eins og góðir. Þeir töluðu eins og góðir, þeir framkvæmdu eins og góðir, en þeir voru falsk spámenn. Svo hvað hann að tala? Og hérna sjáu þið, gott tré getur ekki borið vonda ávöxt, ekki heldur slæmt tré góða, hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður höggvið upp og eldkastað. Þarna fyrsta samviskubits svona punkturinn sem kemur hjá mörgum kristnum. Ég að byrja góðan ávöxt og ef ég ekki að byrja góðan ávöxt þá verður mér í eld kastað, ég bara höggvið upp. Og hvað góður ávöxtur? Hvernig skilur, er það svona ávöxtur, svona ávöxtur, svona ávöxtur, er það mikill eða svona, er þetta nóg? Og þetta gerjast inni með mörgum kristnum mönnum. En leið mér að uppbera okkur. Jesús ekki að tala til þín, ekki til þín sem undir nýja sáttmálanum. Hann ekki einu svona að tala þessa venjulega ávöxti. Hann að tala ávöxti reyndar af tveimur trjám, góða trénu og vonda trénu. Þið heyrðu fyrst þetta tré í aldingarðinu metin, þessi tré. Annað þeirra kallað skilningstré góðs og ills og hitt tréð lífsins tré. Annað þeirra, skilningstré góðs og ills, vísa til þeirra sem að reyna að lifa réttlæti Guðs í eigin mætti, í eigin verðleikum, með því sjálfur að greina hvað rétt, hvað gott og þannig ætla ég bara að lifa. Ég ætla að reyna að vera góð, ég ætla að reyna að vera góður maður. Hitt, lífsinstré, það þeir sem að næra sig og borða ávöxtin af lífinu í Kristi, þessum Kristur flæðir fram og hann lifir í gegnum þig. Hann að vísa til þess að það eru menn og konur sem lifa enn stöðulega af skilningstré góðs og ills. Þeir leitast við að réttlætast af eigin verkum. Þú þekkir, verkin eru ekki endilega vond, sjáðu. Það ekki vondverk, þess vegna segir það, þetta snýst ekki og þetta falsspámar að þetta eru vondverk, nei, þetta eru hvort ekki, þú horfir á verkin af skilningstré góðs og ills og verkin af lífsinstré og þau geta bæði verið mjög góð, en annað tréð vond og hitt gott og getur þess að ekki borið þennan góða ávöxt og hver sá ávöxtur? Það sem að skoða og þú þekkir það þessum ávöxti að áhersla þeirra sem éta af skilningstré góðs og ills, falsspámanara,
Það snýst allt ytri hluti og verk. Þú þekkir þá á ávöxtunum sem þeir bera, að þetta snýst allt það hvernig þeir starfa og vinna. Þetta snýst allt lífið utanfrá og inn. Sjáðu hvað ég hef gert. Ég gerði þetta góðverk. Það ekkert sem kemur innanfrá út. Allt þetta utanfrá, af því þeir eru að vinna sér inn prik inn í Guðsríkið. Þeir eru að vinna sér inn réttlæti Guðs. Þetta vondi ávöxturinn og þetta tréð sem höggvið upp og eldkastað. Ekki þú sem kristinn maður í Guð ekki að horfa á þína ávöxt og segja þetta vondur ávöxtur og þú höggun upp og eldkastað. Þú átt eilíft líf. Þú ert endurfæddur í anda Guðs. Innra með þér býr andi drottins og þú þarf ekki að vera neinar ágjör þessu. Finnst þér ávöxturinn kannski ekki nógu góður, það alltaf handlugur. En það ekki þessi ávöxtur sem hann að tala Hann ekki að fara að varpa þér burtu. Hann segir, ég mun aldrei yfirgefa þig. Hann segir ekki, ég aldrei nema þegar þú ber ekki nógu góðan ávöxt og þá ætla ég ekkert að þá mun ég yfirgefa þig og þá bara kasta þér. Segir hann þetta einhvern tímann? Ég með þér alla daga, allt til enda veraldar. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Ekkert fær slitið þig frá mér. Þannig að það augljóst að ef hann að ávarpa þig með þessum orðum í fjallræðinu og mig og allar kristnumenn, þá Biblían komin í mótsögn við sjálfan sig. Jesús komin í mótsögn við sjálfan sig og það ekki hægt. En það hann ekkert að tala það. Hann að ávarpa þá sem að lifa undir lögmáli Móse og að reyna að réttlætast með því að borða ávöxtina af skilningstré góðs og ills. Í ljósi þessa sem ég var að segja núna, þessar útskýringa á þessum kafla, skulum við lesa næsta. Því þarna fyrst lenda margir kristnir í erfiðleikum, fyllast kvíða og fordæmingu. Jesús nefnilega hélt áfram og takt eftir, hann ekki að skipta umræðefni, hann enn að tala um það sama. Hann hikstaði ekki þarna á milli og segja, nú ætla ég að breyta ég ætla að fara í eitthvað allt annað. Nei, hann bara að tala og hlusti hvað hann segir. Þetta beinu framhaldi. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn gjöri vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér þér illgjörða menn. Ef að þetta orðið til þín og mín og allra trúara kristinna manna alla eilíð, þá þurfum við óttast. Til hvenar hef ég gert alla þessa hluti, rekið út til anda, kennt í þínu nafni, gjört mörg kraftaverk í þínu nafni, en kannski það ekki nóg. Hvað það, hvað mislíkaði Guð í þessu, hvað mislíkar hann? Og hann segir kannski við mig á hann efsta degi, ég þekkti þið bara ekki aldrei minn, mér er alveg sama hvað gerði þarna. Nei, uppörfuð eftir, það ekki þetta. Hann enn að tala um ávöxtina af skilningstri góðs og ills, af því að þeir spretta allir af því að gera þetta í ytri táknum og hlutum til að ávinna sér inn hluti hjá Guði. Hann að ávarpa þetta vandamál. Hann sagði þetta gengur ekki upp. Það mun koma fólk sem að boða mig, biðja fyrir sjúkum, gera alls konar hluti og það gerast hlutir. En allt sem þeir gera, all þeirra næring, all þeirra orka kemur frá skilningstri góðs og ills, en ekki frá flæði heilags anda sem innra með hverjum og einum. Þegar við hugsum, ef þetta til okkar, það segir hér aðeins þeir sem gera vilja föðurins sem á himnum, þeir munu, hinir sem ekki gera vilja föðurins, ég þekkti það ekki. Og þá spyr ég, og þú, hvernig ger ég vilja föðurins? Það að halda allt lögmál Móse? Ég hlýt að þurfa að halda allt lögmál Móse?
Nei, ef það væri, þá er hann ekki samkvæmur sjálfum sér og þá er Biblían ekki samkvæmur sjálfum sér, þá er Jesús og Pétur og Páll algjörlega ósaman alla þessa hluti og það gengur ekki upp. Hann er ekki að tala það. Það er ekki að gera vilja föðurins að halda lögmál Móse eða vera nógu duglegur í að gera þetta og nógu duglegur alltaf að vinna þér punta. Ég verð alltaf að vera að því að ef ég geri þetta ekki þá er ég ekki að gera vilja föðurins og þá ber ég ekki góð ávöxt og þá bara snýður mig af. Þetta er röng kennsla, röng kenning og ekki í samræmi við sáttmálan sem hann er búin að gera við þig. Þetta er gamli sáttmálinn, þetta er líf undir skilningstrí góðs og ills, ekki líf undir lífsins tré. Vitið hver vilji föðurins er? Biblían segir það. Það er að trúa á Jesú Krist. Það er að trúa á Jesú Krist. Er þetta ekki eins einfalt svo hægt að hafa það? Hver er vilji Guðs? Hver er vilji föðurins? Jesús segir það mér að segja. Þeir spurðu, hvernig við að gera þetta? Hvernig við að gera vilja föðurins? Trúa. Vilji föðurins er að allir menn verði hólpnir og komist þeir þekkingar á Kristi Jesús syni hans, einkasyni hans. Það er vilji föðurins. Og að gera vilja föðurins er að ganga inn í þennan sáttmála. Þar sem hann umbyltir og breytir hjartaðinu og andlegt lífið byrjar innan frá og út og þú nærist allan daginn á lífsins tré, á Kristi Jesús sjálf. Það er vilji föðurins. Og aðeins þeir sem gera vilja föðurins, aðeins þeir sem koma þangað og framganga í táknum og undrum að gera þessa hluti eða bara að lifa í honum, hann segir, þið eru mínir. En þeir sem ekki koma þar og reyna að gera þetta í eigin mætti eða blanda þessu saman og Galatabrif segir þessu verður ekki blanda saman, sá sem reynir að blanda þessu saman, hann fær ekki að ganga inn vegna þess að aðeins frjálsi maðurinn, aðeins sá sem er í nýja sáttmálanum fær inngöngu, fær lofurði, segir Galatabrifið. Ef andinn er með okkur, þá kallar hann fram líf anda Guðs. Hver er ávöxturinn þá? Sjáuð munin á ávöxtunum? Munið það sem ber svona ávöxt af þessu tré, svona ávöxt af þessu tré. Hvernig er ávöxtur andans? Þú getur sagt, ég get illa anda. Ég nafni Jesú. Sérðu ekki hvað ég hef gert? Þetta snýst mig. Ávöxtur andans er þegar líf lækning, kraftur Guðs flæðir og það er gjöf heilags anda innra með mér, ávöxtir andas innra með mér. Ég þarf ekki að búa á til. Kærleikurinn flæðir, gleðin flæðir, krafturinn flæðir. Þetta, sjáuðu munin. Úti ég er að reyna að gera þetta allt, inni þetta er að því Jesús er það. Þetta er það sem hann er að ávarpa. Hann er að undirbúa farisejana, fólkið allt, læra sunna, þessu öllu er nú að ljúka. Þeir eru að ganga inn í nýjan sáttmála. Þetta er frelsandi. Þetta er frelsandi boðskapur. Trúrækni, rangur boðskapur og oft á tíðum raunkennsla í kirkjum safnaðana. Út allan heim hefur leitt trúaða frá frelsinni í Kristi inn í þrældóm og hins gamla sáttmála. Þeir eru aldrei ætlað að fara þangað, þeir eru aldrei ætlað að vera þar. Það er ekki ávöxturinn sem þú átt að bera og Jesús sagði þeir sem þar eru, þeir eru eins og vargar í sauðaklæðum. Þeir líta rosalega vel út, þeir líta bara út eins og sauðirnir, eins og hans fólk. Og þeir framganga með sér í hans verkum og hlutum. En allt það sem þeir eru að gera er fætt af stílnistri góðs og ills. Það er að segja, ég er að reyna að ávinna mér punkta hjá Guði. Gleymdu því.
Og veistu það, þú þarft þess ekki. Og þegar þú sleppir þessu taki, þegar þú skilur frelsið sem hefur, og verkið sem hann hefur gert innum og þú nærið að skilja þetta tvennt í sundur og byrja að lifa í lögmáli frelsinsins innum með þér, þá flæða allir þessu góðu ávextir af lífsins tré frá þér. Þetta boðskapurinn sem hann með í Guðspjöllunum, þarna í fjallaræðunni. En við höfum svo gjörn á að taka, bara hvert einast orð sem Jesús segi þá við mig persónulega bara, nei, ekki þessi. Hann bara alls ekki ávarpað þig. Þú, ef hann ávarpað þig, reyndar, má kannski segja það, þú ert þessi sem að ber góða ávöxtin. Þú ert þessi sem ert ekki talið með illgerðarmanna. Þú ert þessi sem ekki verður höggvinn af. Það þú. Já. Frelsi í því, ekki ruglu svo saman, ég er ekki nógu góður, ég er ekki að gera vilja föðurins og ég veit alltaf hver vilja föðurins ég er alltaf að leita Guðs með vilja föðurins hver. Hann búinn að sýna þetta allt, segja þetta allt og hann búinn að gera þetta allt. Nú bara fyrir þig og mig að lifa í þessu. Ég hef stundum sagt á einfaldan hátt, innan frá og út. Af því að allt sem í þér allt sem frá Guð komið, allur kraftur hans líf og guðlegt eðli í þér. Og þaðan með því að næra þig á lífsins tré en ekki á stílinstri góðs og ills þar séð þessu ytra tré, hvernig ger ég þetta? Já, ég þarf að þóknast Guði hér, ég verð að uppfylla þetta til þess að hann sé nú góður við mig, ég verð að fá hann til að gera þetta kraftaverk hér og okkur gera hann ekki þetta kraftaverk núna, hvað hef ég gert rangt? Gleymdu þessu. Þetta ok og þeir sögðu það, muniði, ég vitnaði daginn lærisveinarnir þegar þeir áttu að leggja þetta á frelsuð heiðingja, utan lögmáls, utan Ísraelsmanna sem tóku trú á Jesú Krist, þá vildu þeir fara að leggja okið á það að lifundu lögmáli Móse og þeir segja bara nei, þetta ok sem að við gátum ekki uppfyllt og feður okkar og forfeður okkar gátu ekki lifað í. Hversin ósköpunum ættum við að leggja á þá. Þetta okið sem þú þarft að losa þig við. Þetta okið sem Kristur búinn að losa þig við. Það við sem að setja það aftur á okkur. Hann ekki að fara fram á það. Hann setur enga af þessum kröfum á þig. Hann bara eitt. Trúðu á hann. Trúðu á Jesú Krist. Leyfðu honum að fylla líf þitt. Hvað segði þið, hvað boðor Krist? Trú á Jesú og elska. Vilji föðurins að trú á Jesú. Og það ekki rosalega erfitt að elska? Þarf ég að vera eitthvað rosalega með að reyna alltaf nei, þú þarf nefnilega ekki að reyna það. Þegar þú trúar á Jesú Krist, þá kemur eðlið hans, hann kemur hlutdeild guðlegu eðli innum með sér og hans eðli bara eitt, kærleikur. Það ekki erfitt að elska. Þegar eðlir hans komið í þig, vegna það ert ekki þú rembast, eins og rjúpa með staurinn. Þú lætur lífið af lífsins tré, ávöxt af lífsins tré flæða frá þér og þá flæðir kærleikurinn. Það við höfum að lifa eftir skilningstir góðs og ills utan frá inn sem við lendum í tjóninu. Ég gæti sagt ýmislegt meira þetta núna, ég ætla að hætta núna. Kannski aðeins styttra heldur 5 mínútur styttra eða eitthvað heldur kannski inn í þættirnir en þetta góðu punktur til að stöðva núna og gefa þetta tækifæri til að hugsa þetta hugleita þetta frelsið þitt í algjört í Jesú til frelsis frelsaði Kristur þig hann hefur gefið þér hlutdeild í lögmáli frelsisins lögmáli lífsins anda greitt úr flækjunni og gátt í frelsinu. Guð blessi þig.